Hvaða orðspor fjárfestingarsjóði með? Ég hérna með uppáhaldssamningi minn, highlighta sem ég veist óskýrt, og liður 5, afnot húsnæðis, liður 5.2. Viðskiptavinur skal nýta húsnæðið af tilhlýðilegri aðgát. Ekki má nota húsnæðið þann hátt að það skerði útlit húsnæðis eða orðspor reiks 20. Og ég spyr bara svona eins og fáið smjaldra kona, hvaða orðspor fjárfestingarsjóður með sem að manneskjan sem skráð fyrir 80% af íbúðinni getur rýrt? Þetta eru við erum að tala íbúðir í fjölbýlishúsum og þær gilda bara reglur og lög og ég skil alveg að ég megi til dæmis ekki reka vændishús eða stofna kannabisverksmiðju í íbúðinni minni, en það eitthvað sem stangast á við hegningalög. Það ekki endilega að fara að rýra orðspor reit 20, en vitið hvað stendur ekki í þessum samning? Reit 20 má ekki rýra orðspor kaupandans. Þannig ég velti fyrir mér, þú sem 20% eigandi, hvernig getur þú alltaf verið að setja íþyngjandi kvaðir á mig þegar ég sem 80% eigandi á bara vona að þú fari vel með mitt orðspor. Þannig að ég vil skora á reit 20 að segja mér hvaða orðspor þeir eru með sem að ég get eðilagt en þið get ekki eðilagt mitt. Og svo hérna í 5.4, viðskiptavinurinn ber ábyrgð á því að húsnæðið uppfylli ávallt kröfur búnað, gæði og aðrar kröfur sem eru eðlilegar og nauðsynlegar miðað tíma og aðstæður eða þær sem viðskiptavinurinn kann óska eftir. Viðskiptavinurinn skal uppfylla og greiða þann kostnað sem að slíku fylgir. Ég skil ekki nákvæmlega hvað þetta þýðir, en ég gef mér það að húsnæði uppfyllast lög og reglur. Höfum það aftur í huga, þetta nýbygging og nýbyggingu skal skila í samræmi við opinberar reglur, lög og svo framvegis, og ef það ekki þannig, þá ber það seljandanum, þá er seljandinn sem á að laga þetta, ekki kaupandinn. Höfum það alveg að hreina.